Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og verið velkomin eftir hér að Rauðaborðinu. Hjá mér góði gestir, Helgi Seljan og Aðalsteinn Kjartansson. Verið velkominir. Takk fyrir. Þið eru nú svolítið svona, hvað við segja, man of the hour, ef ég sletti hérna svona. Það ýmislegt gengið á í ykkar lífum, svo sem, og í ykkar vinnu undanfarna daga. Það er, hvað hefur að gerast í þínu lífi? Það hefur alveg, en það er svona, við vorum að rifja upp í gær, ég var að tala Aðalsteinn á svona sunnudagskvöldi held ég vorum við eitthvað að ræða saman, því þá var ennþá svona ekki alveg, það var ekki alveg klárt með hvernig við myndum, svona fjalla þetta mál, það er að segja þetta mál hans, Jóns Gunnarssonar og varðandi þetta með Sjálfstæðisflokkinn og svona þessi hrossakaup sem hafa lýst þarna af syni Jóns að þá einhvern veginn þá átti maður eiginlega alveg eins vonaði þetta myndi spilast svona, þú veist. Við höfum reyndar aldrei verið mjög góðir í að spá fyrir viðbrögð við því efni sem við höfum unnið saman. Við áttum samtal fyrir 5 árum og einhverjum 2 dögum varðandi Samherjamálið. Já. Það sem við vorum eiginlega alveg samfærðir að þetta var einhvern veginn svona út í tómið. Já. Og ekki viðbrögð. Nei, og þú veist, og þetta þetta, þú veist, ekki fyrsta skipti sem að þú veist, atburðarásin verður svona, þar sem við erum að spyrja einhverja spurninga og leita viðbragða við einhverju svona vegna einhverja svona fyrirhugarar umfjöllunar að það kemur eitthvað svona yfirlýsing. Þetta alltaf gerist í Vintrismálinu, þetta gerist líka í Samherjamálinu, þannig að og það svo sem alveg, og það náði svo sem aldrei í gegn, eða var aldrei rætt neitt sérstaklega þarna eftir að þessi yfirlýsing Jóns kom, hversu í raun skrítið væri að menn væri að bregðast við umfjöllun og gagnrýnana þegar umfjöllunin hafði ekki birst, ég get alveg skilið að syni Jóns hafi brugðið þegar hann áttaði sig á því að það hafi verið spilað svona með hann, en það hins vegar breytir því ekkert að það var ekkert verið að í samtalinu sem við áttum við hann og spurningunum sem við lögðum fyrir Jón og Bjarna var ekki verið að gera annað en að spurja það út í efnisatriði sem komið þarna fram. Ég meina, þetta eru nokkra klukkutíma upptökur og það auðvitað, þú veist, eitthvað alls konar í þessum upptökum sem að kemur þessu ekkert við, þú veist. Þannig að við erum auðvitað fyrst og fremst að taka það sem að klárlega á erindi og spyrja það. Auðvitað, svo spyr fólk okkur á mánudaginn svolítið að þeir bara, hvernig líður ykkur með þetta að vera, ég veit ekki, kannski erum við bara svona komið svona mikið sigg á okkur að við, þú veist, manni bregður alveg maður vaknar við það að komið einhvern veginn verið að, þú veist, kalla mann landráðamann og saka mann njósnir og eitthvað svona. Það var fangelsi, þetta heim í fangelsi og fá ekkert nema vatn og brauð. Akkurat. Sem að ég held að við báðir hefðum ekki gott að, það væri gott að fá, við höndlum ekki mjög mikið brauð, Nei, kólvetnið Nei, en þetta var, og svo kannski þegar að þetta var búið að gerast, þá kannski að versta við þetta að, ég veit ekki hvort að Aðalsteinn upplifði eins, að þá vissi maður nokkurn veginn hvernig atburðarásin yrði, þú veist, að fjölmiðlar fóru strax að hafa samband við okkur til þess að fá viðbrögð okkar við þessum skrifum Jóns sem voru viðbrögð hans við umfjöllun sem hafði ekki birst og auðvitað gátu við ekki farið að bregðast við einhverju sem hafði ekki gerst, en þú veist, og þá vissi maður líka að umfjöllunin þann daginn myndi að stærstum hluta til snúast formið en ekki efnið og það ekki fyrsta skipti sem það gerist. Nei, það hefur bara verið gegnum gangandi þema bara lengi að það miklu meiri fókusettur á það hvernig við vitum heldur en hvað við vitum og það var bara nákvæmlega það sem að gerðist þarna á mánudaginn. Ég skil mjög vel að það og tek alveg undir það að það fréttapunktur í því að það hafi
verið einhver mjög kostnaðarsöm og umfangsmikil rannsókn í gangi sem að leiðir þetta svo í ljós að hvernig þessi leyni upptaka verður til. Ég skil það mjög vel að það sé efni fréttaflutnings. Og samkvæmt einhverju sem ég las, þannig að vísi þá einhverju dýravendursamtök á bakveita og svo einhverju síónista samtök. Já, sko, það er verið að, það er, sorry, grípið fram fyrir, það er náttúrulega líka það sem er svo athyglisvert við þetta, að það er einhvern veginn valla komið hádegi, þá eru fjölmiðlar farin að birta fréttir, Vísir og RÚV þar sem að þeir segjast hafa heimildir fyrir því að eitthvað tiltekið fyrirtæki hafi framkvæmt þetta allt saman og við vitum náttúrulega að minnst kosti annar þessara fjölmiðla, hann hafði náttúrulega engar heimildir fyrir því, hann hafði bara hann hafði fengið einhverja meldingu og staðið til boða þessi gögn en ekki og tekt sér eftir þeim en ekki fengið svo svar við því hvað sem að það var vegna þess að það gögnin voru komin eitthvað annað í umferð eða hvað, ég veit það ekki þannig að það er líka ekkert mjög heiðarlegt að fjölmiðli að fara svona einhvern veginn að ákveða þá að fyrst að þeir fjölluðu ekki efnislega málið og að þá geti þeir farið á einhvern vandlætingavagn yfir því þú veist, mögulega hver stóð að þessari upptöku að því sko, það getur alveg verið frétt út af fyrir sig en það hins vegar breytir því ekkert hver efnisatriðin eru og það er náttúrulega ótrúlega barnalegt að láta eins og þetta sé í sjálfum sér eitthvað öðruvísi heldur en lekar eru almennt að það eru þetta þannig að það er bara eðli málsins samkvæmt þá eru lekar oft hvatinn á bakvið eru þetta oft annar heldur en bara eitthvað svona þrá fólks til að upplýsa eitthvað skandala og við getum ekkert verið svo barnalega að láta eins og það sé ekki þannig en þess vegna reynir líka á fjölmiðla einhvern veginn að sikta út úr því hvort að það sé yfir höfuð eitthvað efni í því og í annars stað hvað af því eigi erindi og sé þess eðlis að það sé ekki bara verið einhvern veginn að velta fólk upp úr einhverjum vandræðalegum hlutum eða einhverju að það sé verið að einblína á efnisatriðin. Það er náttúrulega aldrei markmið að velta einhverjum upp úr einhverjum vandræðalegum hlutum en náttúrulega liður í þessu ferli sem að Helgi að byrja að lýsa er náttúrulega það að fara og leita viðbragða og reyna að fá svör staðfesta hvort að þarna sé bara raunveruleg upptaka á ferð hvort að þetta sé sannarlega það fólk sem að virðist vera á upptökunni og það sem talað er og það virðist vera uppsprettara þessara miklu gagnrýni sem að kemur hérna á mánudagsmorgun svo staðreynd að við höfum unnið vinnun okkar og leita viðbragða hjá þeim sem að fjalla var á þessari upptöku. Já og líka eitt í þessu það er náttúrulega þessi færsla hans Jóns sem að þetta er ekki sett fram í hún er augljóslega ekki trist fram úr erminni á einhverjum 5 mínútum að hún auðvitað beinist að stórum hluta að okkur Ég heldur það hafi ekki verið með ráðum gert alveg örugglega þú veist að það svona drepa á málinu og dreif fyrsta setningin snýst ég velti fyrir mér ákvaða vegferð svokölluð rannsóknar blaðamennska og ég meina það beinist auðvitað væntanlega fyrst og fremst gegn okkur fyrir það að við erum nefndir sérstaklega og svo reynda að gera það tortryggilegt að við höfum hringt og leita viðbragða og hann segir til þess að við höfum hringt með 1 mínútu eða sömu mínútunni sem heldur ekki rétt Nei, það bara er ekki þannig og einhvern veginn svona gefið í skyn að þetta hafi verið og við séum einhvern veginn já, svo náttúrulega að fara að blanda inn í þetta einhverju pólitík að við höfum unnið með einhverjum sem eru í framboði fyrir samfélkingana sem við höfum reyndar ekki gert í báðum þessum tilfellum sem við verðum að vísa í við höfum líka unnið með fólki sem hefur verið í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn fólki sem hefur verið í framboði fyrir Framsóknarflokkinn og þú veist, þetta verður opaslega aumt og þess vegna maður svona vonsvikinn þó að koma hann ekkert óvart að það hafi að aðri fjölmiðlar hafi einhvern veginn verið svona viljugir til að stökkva á þennan vagn áður en í raun og veru það birtist eitthvað efnislega í málinu ég meina það er náttúrulega og það er svo sem ekki, það er svolítið athyglisvert að það er auðvitað ekki fyrsta skipti sem það gerist að eins og þarna, ég meina bítið á bylgjunni er ekki að hringi Jón og boða hann í þáttinn vegna þess að sjá Facebook statusinn á morgunin hann er augljóslega búinn að tryggja sér eitthvað slott til að koma og ræða þetta í þættinum
þarna morgunin og það aftur ekki fyrsta skipti sem það gerist, sama gerist í Samherjamálinu. Við höfum hvorki þá né núna heyrt eitthvað frá umsjónarmönnum þess þáttar, þar sem þeir óska eftir því að þú veist, fá að ræða við okkur eða hvað þá einhvern veginn að ræða þetta eitthvað, þú veist, efnislega. Nei, og það vakti náttúrulega athygli sko á þessum nótum að þegar að Facebook yfirlýsingin kemur og við erum sakaðir að vera landráðamenn og eigum heim í fangelsi og ýmislegt á þeim nótum að þá náttúrulega hringi síminn stanslaust og ég svara bara öllum síntóli sem að mér berast frá fjölmiðlum og útskýri það að ég get ekki tjáð mig frétt sem að ekki hefur verið sögð. Ég sé bara á fullu í vinnunni og bara ef að það birti síðan einhver frétt þá bara síminn opinn og ég skal tjá mig um þetta efnislega fram og tilbaka eins og hver og einn vill. Það var enginn sem hringdi þá sko, af því að þetta snýst ekki efnið heldur einmitt hvernig við vitum. Það er fyrst og fremst þú og þá Björn Þorláksson sem óska eftir að við ræðum þetta en það búið að ræða hins vegar sko þetta eins og segir formið og einhver vinnubrögð og eitthvað svona alveg bara margoft síðan og menn eins og á RÚV þetta byrt fréttandi morgunin upp úr sem Facebook status síðan byrt viðtal við Jón bara upp úr hádegi og í hádegisvettunum held ég þar sem að hann einhvern veginn bara veður á súðum og talar bara þetta sé árás gegn æðstu stjórn ríkisins og þetta bara í því felst bara einhvern veginn að hann að saka auðvitað okkur þó hann reyna að halda því fram að það sé ekki landráð og maður hugsa með sér býtu og það virðist ekki vera neitt viðnám við þessu fyrir utan að það ekkert einu sinni þú veist, hvorki þá né seinna hefur einhvern veginn verið leitað eitthvað eftir því að einhverjum viðbröðum við því? Já, RÚV leitaði eftir viðbröðum mínum sem voru síðan afþökkuð eftir að fréttin hafði sem sagt birst. Já, og það var sama með mig, reyndar bara það er áður en að fréttin birtist en eftir það var það ekki, en ég meina bara þannig að það sé á hreinu, þú veist, og kannski ættu við að vera það, en maður er einhvern veginn, þú veist, jú, alveg hissa og finnst þetta skrítið og allt það, en einhvern veginn, þú veist, maður minna móðgæður og eina gæðsalega bara sár yfir þessu, þú veist, hvernig þetta spilast, að því maður síðan hefur auðvitað málið smám saman þá einhvern veginn, þú veist, næstu auðvitað eðlilega eitthvað fókus og ég meina, þá viðtali gerði Jón Ólafsson í Kastljósinu, þar sem að, þú veist, hann auðvitað fór bara yfir það hver væru aðalatriðin í þessu máli og þannig að þá svona, þú veist, nær þetta einhverju svona... Já, og aðalatriðin eru alls ekki það að einhver hafi ekki hringt í okkur, sko. Nei, en það er svona meira lýsing á því hvernig þetta spilast. Af því að, þannig að þetta er, þú veist, að því svo einhvern veginn kallað á eitthvað sélið til að mæta í Silfur Egils á mánudagskvöldinu og það er einhvern veginn bara, þú veist, fer öll umræðin í það að tala þú veist, og þetta narratív með að þetta hafi verið einhverja njóstnir, þú veist, sem ég miklar efasemdir að sé hægt að kalla þetta það og eitthvað svona áfram haldið með narratífið að þetta séu börn stjórnmálamanna, þú veist. Ég var svolítið áhugavert, ég held að sonur Jóns sé eldri en ég. Hann á 50-aldri en ég. Nú ég ekki barn. Og er ekki bara einhver maður út í bæ. Ég get alveg skilið það ef þú veist, manni finnst vegið afkvæmi sínu, sko, alveg saman hversu gamalt það er. Já, ég skil alveg að Jón... En samt ekki gleyma því, sko, að Gunnar Bergmann er hinn hvalveiði mógullinn á Íslandi. Það er einmitt málið. Það er ekki alveg úr lausu lofti gripið að fara að ætla að reyna að ná það upp úr honum hver pólitísk tengsl hvalveiðibransans eru á Íslandi af því að sko, hann er fyrrverandi formaður félags hrefnuveiðimanna, hann hefur verið tengdur ýmist sko, sem starfsmaður eða í gegnum eignarhald á 3 mismunandi ef maður þetta rétt hrefnuveiði fyrirtækjum þannig að þetta er ekki alveg bara svona verið að fara á eftir einhverjum menntaskólanema í hádegisli í MR þetta er alls ekki þannig þetta hefur verið fært í þann búning sko. Og ég meina það hefur auðvitað líka komið fram áður gagnrýni á það að Jón Gunnarsson hafi sem sagt, bara tekið mjög svona, beitt sér í málum sem var það bara beinlínis þessa útgerð Gunnars. Það var 2017 þegar var
gerð breyting á svæðinu sem maður mátti veiða á versus það sem maður mátti skoða hvali á hérna á Faxaflóanum, að ég meina þá tók hann það sérstaklega upp á ríkisstjórnarfundi að þáverandi sjávarútvegsráðherra hefði gert þessa breytingu og lét svo bara eins og það að sonur hans væri beinn hagsmunaaðili bara kæmi málun ekkert við, af því að Jón hefði svo lengi haft þær skoðanir á hvalveiðum að við ættum að veiða hvali. Þannig að, þú veist, þetta auðvitað ekki alveg boðlegt. Ég skil alveg Jón og fjölskyldu hans og ég meina, þú veist, ég heldur sem ekkert að, þú veist, blaðraninu, ég meina, þú veist, ég Hvað voru þetta margar klukkustundir af efni? Hvernig, þú veist, hvað tekur það langan tíma að fara í gegnum svona margar klukkustundir af efni? Á 4. klukkustund, samanlagt. Þú veist, þannig að, en eins og við ræddum við Gunnar þegar við hringdum hérna á föstudaginn, auðvitað hefur maður skilning á því að honum sé brugðið og að þú skur alltaf áttað á því að þú sést búin að einhvern veginn vera í samskiptum við einhvern sem að þú veist, leggur þetta á sig til þess einhvern veginn að fá fram þessar upplýsingar. Við höfum alveg skilning á því og þess vegna líka útskýrðum við líka fyrir honum að það sem við værum fyrst og fremst á höttunum eftir væru ekki það endilega að birta þessar upptökur einhvern veginn til þess að láta, þú veist, að keyra á einhverja svona, ég veit ekki hvað að kalla það, þú veist, einhverja tilfinningasemi eða einhverju ílsku eða eitthvað, heldur bara það komu þarna fram upplýsingar sem eru þannig að það krefjast þess að það séu fengnar frekari skýringar á þeim. Og þetta eru líka upplýsingar sem eru settar fram sko, af töluverðir í nákvæmni, í löngu máli, ég myndi segja í svona yfirveguðu máli, það er bara verið að fara með ítalega yfir hvernig eitthvað samkomulag hafi verið gert og það sem þau viðbröð sem hafa verið, þannig að það sem nú líka sagt að Bjarni Benediktsson forsætisráðherra hefur alveg þvert ekki fyrir það að hafa gert svona samkomulag. Það hefur Jón gert við aðra miðla heldur en heimildina, hann svaraði ekki efnislega þeim spurningu sem við beindum til hans helgina en ef að við tökum þær skýringargildar og segjum bara að Gunnar Bergmann hafi skáldað þetta allt á staðnum, þá er það ekki gert bara út í loftið, sko. Þá er það gert í þeim tilgangi að afla milljarða viðskipta fyrir sig og fasteignasölu sína með því að draga upp í það minnst ásýnd einhverja pólitískra áhrifa og tenginga sem að eiga þá að ganga í augun á einhverjum erlendum fjárfesti. Þannig að hvort sem auðvitað misjafnlega, þetta bara fréttamál. Já, ég alveg samlega því. Það sem að mér þótti einmitt svona stærsti fréttapunkturinn í þessu var þetta að sonur Jóns Gunnarssonar teldi sig vera í einhverjum milljarða viðskiptum við erlenda fjárfesti fasteignir á Íslandi. Svona þegar að fasteignamarkaðurinn er hér í bara mólum, ekki bara segja svo. Jú, ég meina sem að, þú veist, ég hugsaði með mér, þú veist, er spilling í Sjálfstæðisflokknum, þú veist, já, eða veit ekki, þú veist, en fyrir mér allavega, þú veist, sem nú er ég bara einstamóður leigumarkaði og ég sá fyrir mig bara, ok, það er svona sem að við erum að fara með fasteignir og við erum að fara með það sem er til og svona fyrir almenning, og viljið til þess að nota sko ásýnd pólitískra tengsla og ítaka til þess að tryggja þessi viðskipti. Og það liggur í orðum Jóns bæði í þessari yfirlýsingar saman morgunin og svo í viðtalinu sem hann kemur í svo seinna að hann bara útskýringin hans á því sem hann vill meina að sonur hans hafi bara skáldað þetta upp úr sér að hún hafi bara verið liður í því að hann hafi verið að tryggja sér viðskipti og hann gerir í sjónsverðingar athugasemdir við það eins og það sé bara eðlilegt sem auðvitað, þú veist, líka mjög sérstakt og hefur heldur einhvern veginn ekkert náði inn í þessu umræðu að jafnvel þó að Jón og Bjarni sé að segja satt að þetta hafi bara, að þessi maður hafi bara ákveðið einhvern veginn að skálda upp úr sjálfum sér alveg ótrúlega nákvæma atburðarás alveg svona ótrúlega afmarka mál sem að maður velti fyrir sér hvernig á að virka sem eitthvað sel. Svo virðist atburðarásin einmitt hafa
verið svolítið á þennan veg, samkvæmt Bjarna Benediktssyni allavega gærkvöldi, að hann átti jú vissulega þetta sama samtal, þar sem hann einhvern veginn svona í sömu andrá hvetur Jón til þess að taka 5. sætið og býður honum svo að kíkja með sér í matvælaráðuneytinu. Algjörlega, og það vakti með mitt svolítið athygli mín að hvernig Bjarni lýsir þessu, að þetta í sama samtali, þar sem hann að biðja honum að taka þetta sæti og sem sagt að bjóða honum svo í leiðinni að verða eitthvað svona fulltrúi sinn í ráðuneytinu, þannig að það í sjálfum sér óumdeilt en spurningin sko, þú veist, Jón ætlaði ekki að gera þetta, hann ætlaði ekki að taka sæti á listanum og hann ætlaði að hætta. Hann lýsti því yfir þegar hann rauk út af fundinum í Valhöll og hann kláraðist þegar hann ljóst að hann hefði tapað fyrir Þórdísi Kolbrúnu, hann ætlaði ekki að vera með. Það auðvitað skapaði eðlilega áhyggjur hjá Bjarna. Jón hefur verið öflugur hann hefur verið með mikið svona persónu stuðning, hann hefur verið duglegur svona að smala og haft hóp í kringu sig og Bjarni má ekkert við því að það verði eitthvað klofningur í hans eigin kjördæmi, hvað þá hættan á því að Jón fari mögulega eitthvað annað í frambóð sem að ég held að sé nú ekkert leyndarmál að hafi verið reynt og honum hafi boðist. Já, hann hefur talað það sjálfur. Þannig að sko það alveg hafið yfir allan vafa. Kannski skrýtnasta líka, það líka svona mjög sérstakt og ég hef heyrt það viðhorf, ein viðbröðin við þessu öllu saman, að meiri segja ef þetta skoðað efnislega og séð nákvæmlega hverju verið að lýsa þarna, þá séð það eitthvað sem að fólk hafi bara vitað, veist. En þá velti maður líka fyrir sér býtu, ok, það getur vel verið að fólk hafi vitað þetta, grunað þetta, einhvern veginn séð þetta blasa við, eitthvað svona, en erum við þá vorið svona ónæm fyrir því sem að klárlega ekki eðlilegt og það alltaf bara felst í viðbröðunum frá mönnunum sem eru sakaðir þetta. Það ekki eins og þeir hafi verið að afsaka þetta eða viðurkenna þetta og einhvern veginn láta eins og þetta að hefði þetta gerst að þeirra mati, að þá hefði þetta verið í lagi. Það ástæðan fyrir því að fara í vörn að þá einhvern veginn sé þá eru kröfunar okkar til stjórnmálamanna þá þröskuldurinn orðin svo lár að jafnvel þó eitthvað svona að við séum bara farin að reikna með því að það sé alltaf eitthvað plott og hrossakaup í gangi gagnvart öllum hlutum, vinagreiðar séu bara svona sjálfsagður hlutur og fólk sé bara hreinlega einhvern veginn að skilja almannahagsmuni eftir eitthvað stað fyrir utan einhverjar flokkskrifstofur að þá sé það í sjálfum sér engin frétt þegar það koma fram mjög skýrar frásagnir af því frá innanbúðafólki. Það finnst mér líka alveg ótrúlega skrítið viðhorf en kannski kemur það ekkert á óvart heldur sko að því að við erum alveg ótrúlega cynical gagnvart hlutum eins og Jón Ólafsson var að segja í gær, bara bæði gagnvart svona óeðlilegu svona hagsmunapoti og bara spillingu eins bara eru stjórnvöld sem veldur því líka stjórnvöld bregðast ekki við þú veist, gagnrýni eins og þessari til þess þá einhvern veginn að reyna að hugsa með sér, heyrðu, ok, þetta verklag einhvern veginn að minnsta kosti þannig að það mjög auðvelt að vantreysta því hvernig það fyrir fram. Þú veist, það tortryggni bara, þetta býður upp á hana. Þannig að þá spurningin, þurfum við ekki einhvern veginn að gera þá, annars vegar hreint fyrir okkar dyrum og hins vegar að ganga úr skuggum það að þetta verði bara ekki hægt. Og bara sýna fólki fram á það að það sé ekki ykkur óeðlileg tengsl á milli, bara að Kristján Loftsson sé ekki valsandi sjávarútvegsráðuneytið eða matvælaráðuneytið eins og honum finnst og hann geti bara, hann sé ennþá í þeirri stöðu að gera það sem hann nótabenni gerði fyrir nokkrum mánuðum síðan, sem hann bara senda þáverandi sjávarútvegsráðherra uppkasta breytingu á reglugerð sem að sparaði honum bæði fullt af peningum og tíma og var síðan bara breytt á nóinu. Hvernig getur þetta verið bara í lagi? Og svo náttúrulega athyglisvert að sko bera saman það sem að sagt áður en þetta mál kemur upp og greint frá það sem að Jón Gunnarsson lýsir því bara að hvalveiðar sé eitthvað sem að komi á hans borð og það sé skildar á þeirra að vinna því og Bjarni kynir hann sem aðstofamaður hann hafi verið ráðinn inn og Bjarni kynir það eins að hann hafi ráðið Jón í þetta starf til að undirbúa fyrir sig mál og hjálpa við ákvarðanir svo eftir
eftir að þessar upptökur koma fram eða við vitnum í þar að því að eins og Helgi bendur á þá tekin ákvörðun að birta þær ekki í það minnsta í heild sinni að þá farið að gera lítið úr því að Jón hafi yfir höfuð átt að koma eitthvað að, enda þurfi það ekki og hann hafi engar... Og það hafi verið ákveðið í síðustu viku, einmitt, það var svona síðasta sem að ég sá frá Bjarna Ben. Daginn sem að þessar upptökur komast í umferð með það sem Bjarni segir, að þá allt í einu hringir hann í ráðuneytisstjórann og segir að það fari best á því að Jón komi ekkert að undirbúningi eða við afgreiðslu eða neitt varðandi þetta mál og þá hugsa maður með þessi býtu það verður það sama dag? Já, Bjarni segir við fjölmiðla í gær að það hafi verið fyrir svo litlu síðan að hann hafi tekið þess ákvörðun Já, hann talaði í síðustu viku einmitt, við beindum bara fyrirspurn til ráðuneytisstjóra og spurðum hvenær þetta samtal hafi átt sér stað, hvenær þau tilmæli eða fyrirmæli hafi borist frá ráðherra að halda Jóni fyrir utan þetta mál og samkvæmt svari sem við fengum frá ráðuneytinu og þá var það 7. sem sagt á 5. daginn í síðustu viku sem einmitt dagurinn þar sem að þessar upptökur eru komnar í umferð. Það dagurinn þar sem að við fáum þær úr 2 ólíkum áttum og höfum greint frá því og að því virðist vera sami dagur og öðrum fjölmiðlum hafi verið gert viðvart tilvist þessari leynu upptöku. Ég auðvitað ekki að halda því fram að Bjarni hafi vitað af þessum upptökum eða þeim lýsingum sem á þeim eru á þeim tímabúnti en það samt Þetta ótrúleg tilviljun. Athyglisverð tilviljun að umsókn Hvals send ráðuneytinu 23. október og síðan líða 15 dagar þegar Bjarni finnur það hjá sér að hafa samband við ráðuneytisstjórann og láta vita að Jón sem að þó eigi ekkert að hafa með þetta að gera því þetta sé stjórnsýslulegt og hann hafi engin völd eigi að vera haldið alveg utan við afgreiðslu þessar umsóknar að það skuli gerast þarna á 50 dag. En það líka einmitt í þessari atburðarás að þetta mjög athyglisverð tímalína allt saman að hvorki í svarinu hans Jóns til okkar svo mikið efnislegt sem það var þannig helgina eða í skriflega svarinu hans Bjarna helgina minnst á það að það sé búið að taka einhver ákvörðun það að stíga Jón eitthvað sérstaklega út úr þessu ferli. Þannig að og Jón segir heldur ekki frá því í öllum þessum viðtölum á mánudaginn. Ef maður hugsar það bara, það ekki svolítið undarleg ákvörðun líka að fá þannig inn aðstoðarmann til þess að sinna því sem sannarlega á borði ráðuneytisins. Þetta eina efnislega máli sem hann talar ætla svo að taka fyrir það að hann afgreiði öll mál. Það hlýtur að vera svolítið skært. Þetta eina svona einstaka málið sem til umfjöllunar í matvælaráðuneytinu sem að Jón nefnir sem einhvers konar forgangsatriði í tengslum við það að hann að taka við þessari aðstoðarmannshlutverki eða sem sérstakur fulltrúi Bjarna eins og var kallað. Sem síðar kemur í ljós að aðstoðarmaður. Það er ekki kynnt þannig. Nei. Og ég meina, af hverju nefna Bjarni og Jón það ekki fyrir að Bjarni nefnir það fyrst í gær að það hefur verið tekin ákvörðun það í síðustu viku að Jón ætti ekkert að koma að þessum málum. Þetta nefnir Jón aldrei einum af þessum viðtölum sem að fer í núna í byrjun vikunar eða þessari yfirlýsingu sinni, þannig að það þetta fullt af einhverjum hólum í þessu en þú veist og það þarf frekari skýringar og það bara nákvæmlega eins og Jón Ólafsson benti á þessu viðtali í Kastljósinu í gær að það kannski ágætt að það væri það bara farið í það að reyna að afla eins mikilla skýringa á þessu og hægt þannig að við væntum þess bara að allir fjölmiðlar sé að því. Já, það vonandi. Þetta þeir myndust hérna á mál Samherja í Namibíu það var eitthvað detta hérna úti heyrst það örgla 5 ár síðan 2019 hvað var 12. nóvember þá fer af stað 12 held ég 12, já fer af stað þetta heilmiklu mál sem hefur auðvitað haft aflengar bæði fyrir ykkur persónulega sem blaðmenn og en engar að því virðist fyrir þá sem rætt rannsóknin stendur en þá
sko máli hefur náttúrulega haft sko heilmiklar afleiðingar fyrir mjög marga sem að voru þarna til umfyllunar eða tengjast málinu. Fyrst og síðast náttúrulega fyrir uppljóstrarinn í málinu, Jóni Stefánsson, sem að hefur mátt þola og búa við ótrúlegar árásir á sig og sína persónu fyrir það að hafa stigið fram og bæði gengist við að hafa í störum sínum greitt mútur fyrir hönd Samherja og leggur öll spil á borðið gagnvart almenningi í gegnum fjölmiðla og gagnvart sko yfirvöldum með því að afhenda öllu gögn sem að voru í hans fórum til héraðssaksóknara. Svo hefur þetta náttúrulega haft töluverðar og ég veit ekki hvernig ég get orðað það bara svona dálítið þungar afleiðingar fyrir fjölda fólks í Namibíu þar sem að á annan tug hefur setið í varðhaldi bara í fangaklefar hreinlega alveg frá því að þessi uppljóstrun átti sér stað. Hún er náttúrulega unnin í samstarfi okkar við Wikileaks sem var líka í samstarfi við namibíska fjölmiðlinn The Namibian og Stundina og fleiri, Al Jazeera, þannig að þetta hefur vissulega haft töluverðar afleiðingar fyrir fólk. Já, þar hefur þetta klálega gert það og þetta, það sem að það er líka svona að því við vorum að tala áðan hvernig við svona samtalið okkar hann dagana áður en að þessi þáttur fór í loftið og þetta svona byrjaði eftir að við höfum verið búin að vera þarna hálft ár eða meira sitjandi yfir þessu öllu saman. Já, að þá hérna einhvern veginn voru við svona en einhvern veginn hvarflaði enn síður af manni að afleiðingarnar eru miklar í Namibíu þó maður vissi að þar væri rannsókn í gangi. En þar stóðu menn þetta fram fyrir því að embættið sem var að rannsaka málið það var í raun að rannsaka yfirmann embættisins sem var dómsmálaráðherrann. Það var líka að rannsaka sjávarútvegsráðherra og þetta voru báðir háttsettir menn í ríkisstjórninni í Namibíu og trúnaðarmenn og vinir forsetans og flest allt bendir til þess að málið tengist í það minnsta öðru fólki í kringum hann og að hann hafi haft að minnsta hvort einhverja vitneskju það því hann naut sannarlega góðs af þessum greiðslum frá Samherja. Þannig að það einhvern veginn að standa svo fram fyrir því í fyrsta lagi náttúrulega að það sé gengi miklu fastar til verks og þetta kannski fast með það sem að við svona okkar mælikvarða menn skuli vera svona lengi í varðhaldi og allt það en það er gert af samkvæmt þessu kerfi þeirra sem er nú bara byggt á einhverjum svona breskum hefðum og það er eins og það er en að bara að öllu leyti og það sé bara það sé miklu meira gagnsæi þar í varðandi rannsóknina það er líka einhvern veginn hefur bara verið miklu meiri pólitísku umræða afleiðingarnar það hvernig málið svona hvernig er hægt mögulega að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur og allt þetta á meðan einhvern veginn þú veist, það heyrist bara í ykkur svona, það er svona eins og þessi bara hálfgert engisprettur hljóð á Íslandi að minnstakosti, þú veist, ef við tölum bara yfirvöld, hér fá þeir einhvern veginn, fær Samherji risastórt skattamál sem fyrir í gang síðan er lögunum breytt í miðju kafið þannig að þeir fá í raun og veru að gera svona sátt bara án þess að það sé neitt upplýst hver hún er þannig að þeir fá að afgreiða hana hægt og hljótt það, þú veist, er ekkert upplýst hana síðan er þessi rannsókn í gangi og héraðssaksóknara og það fréttist svona lítið af henni nema í gegnum svona leka sem hafa komið þar í gegn þannig að og öll umræðan á Íslandi þetta mál hefur verið alveg bara fyrst og fremst ótrúlega lítil en líka einkennst á alveg svakalega mikilli svona eitthvað svona vandræðagangi og því að stjórnmálamenn er einhvern veginn að bera fyrir sig að þetta mál er nú til rannsóknar hjá yfirvöldum og það er ekki eðlilegt fyrir okkur að fjalla það þegar einhvað síður sko það eru alls konar hlutir sem liggja fyrir í þessu máli burtséð frá sko sekt og sakleysi eða lögbrotum að þá auðvitað koma fram alls konar upplýsingar það hvernig fyrirtæki gekk fram burtséð frá því hvort það síðan sé hægt að staðfesta einhver tiltekin lögbrot
Já, sko, framferði fyrirtækisins, það náttúrulega ekki deilt það að peningagreiðslur sem að við köllum mútur áttu sér stað. Það var verið að greiða fyrir aðgengi að fiskveiðikvóta sjávarútvegs auðlind Namibíu. Það ekkert deilt. Það hefur ekki verið neitt efnislegur ágreiningur neitt af því sem að við höfum sagt nema þá helst hver fór með stjórn eða ítök í einhverju starfsmannalegu sem var rekin þarna til hliðar og er sko algjört aukaatriði í þessu en hefur þó eftir því sem að við komumst næst leitt til sko sektargreiðslna hjá skattinum þar sem að raunveruleg stjórn og eignarhald þótti sannast hafa verið hjá Samherja það hefur náttúrulega ekki verið fjallað mikið opinberlega því að þessar upplýsingar ekki opinberar Ég saknaðist líka sko, það sem að ég hef lært á þessum 5 árum sem að liðin eru að við eigum ekki nógu sterka stjórnmálastétt til þess að taka umræðu hvernig við viljum hafa hlutina, hvernig við teljum eðlilegt að hafa hlutina því við hljótum þegar þetta dregið saman og bara þegar uppi staðið sama hvort að þarna séu sönnuð einhver lögbrot sem að leiða til dóms og fangelsisvistar Við hljótum ekki að vera sammála að þetta séu ekki eðlilegir viðskiptahættir og það þá hlutverk stjórnmálamannanna sem að setja okkur lög, setja þær reglur sem að gilda, að skoða hvort að það þurfi þá að breyta lögum, hvort að lögin virki eins og þau eiga að gera og það sem að við höfum heyrt í 5 ár eru stjórnmálamenn að segja, já ef að rétt reynist, þetta mjög alvarlegt. Algjörlega skauta fram hjá því sem að þegar liggur fyrir algjörlega óumdeilt og fyrirtæki sjálft hefur gengist við að hafa greitt og gert og þessi rannsókn sem að hefur í gangi í 5 ár alveg frá þeirri viku þegar Jóni Stefánsson bara gengur á fund rannsakenda og leggur fram öll spil gögn og sjálfan sig að þá horfum við náttúrulega upp á embætti sem sko í engan veginn stakk búin til að rannsaka öllum mál sem þarf að rannsaka. Það fjöldin allur af öðrum málum sem að fjalla mútubrot eða einhvers konar óeðlilegar fyrirgreiðslur sem að bíða bara á borði rannsakenda. Það hefur ekki gefist tími til þess að hreinlega opna þessara mála sem að eru sko miklu minni og miklu auðveldari og einfaldari. Það fullt af rannsóknum þarna sem að taka sko bara út úr korti langan tíma að klára og það bara kjánalegt að ætla að fara að reyna að halda öðru fram heldur en að þarna sé sko fjársvelt stofnun sem að hefur ekki þá burði sem hún þarf til þess að sinna sínu hlutverki. Núna, og það annað líka fyrir Marileg, í þessu hefur rétt reynist að það náttúrulega líka ótrúlegt hvernig fyrirtækið hefur einhvern veginn náð eða þeir hafa svona þyrlað upp einhverjum svona alveg ótrúlegu ríki varandi það til dæmis að þessi metsekt sem að þessi norski banki sem auðvitað stærsti banki í Noreg sem að stórum hluta í ríkiseigu hann þurfti að greiða metsekt fyrir slakar varnir gagnvart peningaþvætti sú rannsókn fór í gang af einu tilefni það var vegna þess sem að kom í ljós varandi Samherja það kom í ljós við þá rannsókn að þau brot voru faktískt séð fyrnd en það breyti því ekki að fjármálaeftirlitið norska ákvað vegna þess að þeir kölluðu þetta Samherjamálið að gefa út sérstaka skýrslu varandi það hversu slök tök voru á viðskiptum Samherja. Samherji presenterar þetta svo hérna á Íslandi eins og þetta hafi ekkert með fyrirtæki að gera og það tekið upp af stjórnmálamönnum Brynjari Níelsinni sem þá aðstofamaður dómsmálaráðherra Björn Bjarnason hefur gerði það líka held ég og hann hefur líka meira þess að haldi því fram að dómsmálið sem í gangi út í Namibíu hafi ekkert með Samherja að gera heldur snúist það fyrst og fremst svona einhver skattsvik og möguleg fjársvik þessara manna sem eru þar sem það nú reyndar ekkert að koma svo óvart og Björn svona átti sig ekki alveg á sakarefnum hann skrifaði náttúrulega heila bók Baugsmálið fyrir utan náttúrulega að vera með á heilanum í mörg ár þegar hann skrifaði bókina þá gat hann ekki sko þá endaði með því að hann þurfti að draga tilbaka hluti í bókinu vegna þess að hann gat ekki farið rétt með það sem þó var dæmt fyrir en þetta, þú veist, þú ert með svona þegar þú færð að því þetta í raun og veru eina umræðan sem að stjórnmálamenn hafa treyst sér í það að taka einhvern veginn upp algjörlega gagnrýnislaust fullyrðingar fyrirtækisins
og halda þeim svona á lofti. Af því þetta þú veist, ég trúi ekki öðru en þess að menn séu læsir og geti lesið sér til gagns það hvernig hlutinir eru nú veru. En þetta hafa þessi gæjar til dæmis leyft sér. Og ég meina, og attitútið þeirra gagnvart þessu hefur náttúrulega verið fáránlegt. Ég meina, hér kemur ríkissaksóknari í Namibíu í heimsókn, hann óskar eftir fundi með dómsmálaráðherra sem þá títtnefndur Jón Gunnarsson. Jón ákveður ekki að taka þennan fund með saksóknaranum, heldur sendir Brynjar Níelsson á fundinn og ég held ekki að kjafta neinu leyndamáli þegar við heyrðum í fólki sem var viðstætt þennan fund sem bara, Namibíumönnum sem höfðu bara aldrei lent í öðru eins við viðtökurnar, þú veist, það var bara svona, þú veist, hnussaði í Brynjari og ég meina, hann sagði eftir hennar fund að það hefði nú verið sérstakur fundur, þú veist, það nú líka kannski komið til bara því að samskiptin hefði verið sérstak því þetta fólk talaði nú kannski ekki sérstaka ensku. Enska sko opinbert tungumál í Namibíu. Sko, nú var ég eitthvað svona aðeins að rifja upp þetta mál bara í morgun og ég rak augun þarna í að þetta fólk sem í varðhaldi í Namibíu, það sé í varðhaldi ennþá vegna þess að það sé ekki hægt að klára þeirra mál fyrr en það hafi eitthvað átt sér stað hérna á Íslandi. Rannsókninni sé lokið hérna og það vanti ennþá okkur gögn á milli landa. Nei, það var Því hefur verið lokið sko. Það úti strandar ekki á því. Þeir sem eru undir í því máli hafa leitað bókstaflega allra leiða til að fresta því að þetta mál komi til kasta dómstóla, sem sagt efnislega. Það oft verið tekist á það hvort þeir eigi að vera í varðhaldi og einhverja eignafrystingu og því áttar. Hvort þeir eigi að komast á fá svona laust gegn tryggingu og svo bara alveg ótrúlegt hvað þeir eru að láta reyna á og vanhæfi dómara, þú veist, þeir eru að reyna, það er bara öll triksin í bókinni sem manni finnst þetta svolítið sérstakt þegar þú veist, lokaður inni allan þennan tíma. Svo þetta hefur gríðarlega áhrif á það góða fólk sem að vann fyrir Samherja og hafði ekkert með mútur að gera. Það kom út skýrsla í gær. Þetta hvað? Önnur skýrsla af 3, unnin af fjölmiðlafólki. Já, unnin sérst af fjölmiðlafólki og fólki sem er að vinna hjá félagasamtökum í Namibíu sem í gegnum Transparency International og Transparency á Íslandi og svona svipuð samtök í Namibíu ákváðu sem sagt að fara að kanna svona raunveruleg áhrif á bara bæði fólk og efnahag þjóðarinnar áhrifin af þessu máli. Og akkurat fyrir þá sem að vilja halda því fram að þetta mál komi Samherja ekkert við, þá held ég sé mjög forvitnilegt fyrir þá að horfa á þennan kynningafund sem var í gær, þar sem að í fyrsta lagi náttúrulega þessi sjómenn sem hafðu tapað lífsviðurværi sínu ýmist vegna þess að útgerðirna sem þeir voru að vinna hjá lögðu upp laupana einfallega vegna þess að allt í einu kom eitthvað fyrirtæki frá Íslandi sem fór að fá kvóta eftir að lögum var breytt sem að Samherji tók nú verið þátt í eins og ótrúlega það hljómar að svona undirbúa finna röksemdir fyrir ráðherrann til að gera það. Þar bara beinlis megin krafan og sem hluti af þessari skýrslugerð einhvern veginn að vekja athygli íslenskra stjórnvalda og annara á því að jafnvel þó að það verði engir Samherjamenn dregnir fyrir dóm í Namibíu og það sé engar eignir til að ganga að í Namibíu vegna þess að þeir eru ekki dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir mæti ekki þangað sko. Það ekki vegna þess að það eigi ekki þeir vilja ekki ákæra þá Namibíumennir nema það einfallega verið bara fara fram á það að Samherji komið að borðinu og greiði þessum mönnum skaðabætur og greiði og svona, þú veist, leiðrétti þetta ránglæti. Já, bara inn í samfélögin. Já, nú og til þessara manna. Sem að bara þarna, í rauninni heilu byggðarlögin hafi bara svolítið lagst í eyði og ég meina þarna fólk sem að strögglar við lífið. Þetta eru frekar sláandi tölur í mig, þetta fyrir fram með mig. Það hérna talað þú veist, hæp 90% eru eða farin að þekka eitthvað sem farin að misnota áfengi eftir að hafa mist vinnuna í kjölfar þessa máls og það ég sá viðtali í gær við
við eina fréttakonunum sem vann þessari skýrslu og hún talar að konur, það sé konur sem að lýsi yfir að þær búi við ekki ofbeldi, heimilsofbeldi og það, þú veist, þannig að það eru óbærslega margar hliðar á þessu. Þetta hafði hræðilega áhrif bara eins og hefur verið lýst, þú veist, á fólk vegna þess að menn með ekki gleyma því sko að atvinnuleysi í Namibíu sérstaklega fyrir ákveðna hópa, sérstaklega aldurshópa hefur verið upp undir sko 50%. Þannig að það að missa vinnuna, bæði þeir sem mistu vinnuna vegna þess að það var verið að taka kvóta fyrirtækjum og eins menn sem voru að vinna hjá Samherja sem mistu skyndilega vinna þegar fyrirtækið ákveðaltína að með litlum fyrirvara að fara í burtu og bara stímti skipunum sínum í burtu að sko áhrifin á þetta verða mjög skelfilega því að þú ert líka, þú býrði allt þessi innviði, ég meina stór hluti af mönnunum sem að vera að vinna hjá Samherja þó að þeir væru til þess að gera ágætist jobbum og að þeir búa samt í sko kofabyggð þú veist, einhverjir aðeim voru búin að fjárfesta í svona húsnæði sem var orðið bara fínt og komið börnunum sínum í skóla sem við erum bara að tala sko bara basic nám þeir eru búin að missa þessar eignir þú veist, þeir eru bara og börnunum keypt úr skólum og fjölskyldurnar sundrast vegna þess að menn þurfa að fara annað til að vinna og það þarf að koma börnunum fyrir veist. Já, og margir veist, hafa þessa sömu sögu að segja og það var einmitt mjög hátt prósentu hlutfall þeirra sem höfðu unni hjá Samherja, það væri svona eins og þeir væri brennumertir það hefði engin annar áhuga á að fá þá í vinnu þetta væri svona smánarblettur einhvern veginn að hafa verið og tekið þátt í þessu stóra máli. Ég, Helgi Seljan og Aðalsteinn Kjartason, ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig, takk fyrir okkur. Og bara gangi ykkur vel með framhaldi. Takk. Og tókið við því að hér höldum við áfram eftir nokkur skilaboð. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.